Það sem fagmennina versla þér. Ein skemmtilegasta og margt einhver merkilegasta heimasíðan sem haldið út á landinu sksiglo.is eða Lífið á Sigló og í seinni tíð Lífið í Fjallabyggð eftir að Siglufjörður og Ólafsfjörður sameinuðust. Það rúmlega 70 maður sem heldur úti þeirri síðu. Þar að finna nýjustu fréttir af nánast öllu sem til tíðinda telst innan sveitafélagsins. Sagt frá viðburðum stórum sem smáum og heilu myndasíðurnar eru af þeim stærri. Þarna eru líka daglega fréttir af veðri. Sá sem byrjaði með síðuna heitir Steingrímur Kristinsson, siglfirðingur í húð og hár og þar hefur hann alið alla sinn aldur. Og hann kallar sig verkamann. Ég hef alla tíð talið mig verkamann. Verkamann? Hvað segir þú verkamann? Já, ég hef kunnað mjög vel við það þá nafngifti. Já. Og hvað ertu búin að vera verkamaður lengi? Frá því ég var 16 ára, þá byrjaði ég að vinna löglega, eins og sagtir, borga skatta. Og var það síldin? Það var síldaverksmiðjurnar. Áður var maður svona í heimsum snatti eins og gengur að gerist. Já. Og þetta eru það árið þegar hvað Siglufjörður algjör síldarbær? Já, ég myndi nú segja það. Það myndi ég nú segja. Þá var maður að vinna hjá síldaverksmiðjunum til klukkan 4 þegar ekki var brætt og fór á sörtunarstöðum og vann þar nóttina út og fékk svo að sofa fram undir hádegi til Fyllukumi hjá SR. Það vissi ekki daglega en það kom oft fyrir. En bara var ekki bærinn þá hvað dagvakt og næturvakt eða hvað? Það er alveg út að segja það að það hafi verið vakað allan sólarhringinn. Af þessu voru vaktir í verksmiðjunum, dagvaktir og næturvaktir. Það voru 6 tíma vaktir og skiptum. Þeir sem voru í bræðslunni, svo náttúrulega þeir sem voru að þjónustunni eins og drefa og vélaverkstæði. Það var náttúrulega ekki vaktar en það var stundum unni sólarhringana út. Og hvað varstu lengi í síldinni? Alveg hann til hvarf. Þá var ég á haförninum út á Svalbarðamiðum og þrátt fyrir loforð fiskifræðinga þá hvarf hún bara eins og vögg fyrir sólu. En þú varst að vinna hjá hvað síldaverksmiðjunum í áratugi? Já, ég var á haförninum í 3,5 ár þau síðustu árin sem að síldin var. Og þú hefur alltaf verið að taka ljósmyndir? Já, mjög mikið. Það búið að vera að della. Hvernig kom hún til, veistu það? Eða manstu hvernig það byrjaði? Já, móðir mín kveikti í mér fyrst. En svo átti maður litla peninga þegar maður byrjaði að búskap og malaði eignast freka börn og reyndi að sinna því en svo eins og gengur, það þróast allt eins og lífið. Eignast mína fyrstu myndavél 59 og þá byrjaði ballið. Búin að taka myndir síðan og hvað heldur það svona margar? Ég skipta 100.000. Er það þetta alltaf filmum sem þú átt ennþá? Ég á allar filmurnar ennþá. Svo keypti ég ljósmyndarsafn Kristins Guðjónssonar eins og lagði sig og hef haldið utan það og það er virkilega góður stopp frá fyrir tíma. Löngu áður að ég byrjaði að taka myndir. Hver kveikjan eða tilgangur með að taka myndir? Safna heimildum eða? Safna heimildum. Ég hef alltaf aðlagast að andlitum og því sem að skeða í kringum þau. Sem sé aðtapna lífið, síldina og vinnu yfirleitt, fólkið. Eins og hér í dag? Já. Ég hef lítinn áhuga á landslagi, geri ákvæmlega lítið því en upp síðustu ár hef ég fiktað við fuglamyndatöku. Gaman að því, glíma og fylgjast með fuglum. Og nú setur þetta allt inn á netið? Svona ekki alls saman, það er ekki hægt. Það myndi sprengja alla banka. Já. En þú heldur út í öflugri heimasíðu, segðu mér aðeins frá henni. Já, það byrjaði eiginlega þannig að þegar mér var sagt upp hjá síldarvinnslunni sem þá var orðin vegna þess að þeir held að ég var orðin gamall. 68 ára held ég að verið. Þá þarna ákvað ég að bara setja heimasíðuna sem heitir Lífið á Sigló. Ég var áður með ljósmyndasíðu en setti þetta átt að vera einhvers konar fréttapistill eða fréttasíða. Sýna lífið á Sigló og því sem því tengdist. Þannig að þú bara allur elstu aukana við það að fá uppsögn þar? Ég á 50 ára eftir maður. Já, það er engin tími til þess að deyja strax.
En þú setur allt sjálfur þannig að þú ert alveg tölvuvanur frá... Já, ég hef náttúrulega notið góðrar aðstoðar vímsa manna en að mestu leyti hef ég hjálpað mér sjálfur. Hvenær keyptirðu fyrstu tölvuna þína? 82 held ég að það verið, minnið mig. Lítil Amstrad tölva með floppy disk. Ákvarlega fátaklegt með daginn í dag. En núna ertu bara með fréttasíðu, daglega fréttir og brottfluttir vantarlega duglegir að koma inn. Já, þeir eru það. Sko, nú ferð þú af stað og tekur myndir af einhver uppákomu og hvað, svo ferðu beint heim og setur í tölvuna eða hvað? Þá set ég filmyndan á þar, en myndirna náttúrulega í tölvuna og þarna reyna að velja myndir, kannski ég tek alltaf mikið með fleiri myndir held ég kemur til með að nota því að fólk er stundum með lokuð augun eða eitthvað glemt og framdann, þannig maður reynar að velja bestu myndirnar með tillit til þess að birta þær og svo raða maður þessu inn og hendur þessu inn á tölvuna. Hvað heldur þú að setja með mörg svona á dag? Þetta getur farið neyri í eina mynd sem er veðurmyndin og neyri kannski 2, 3, 6 eða 4, 500 eins og síldarævintýrunum, það kemur fyrir. Fylgistu eitthvað með trafíkinni, hvað margir koma inn á síðuna? Já, ég gerði það fyrir nokkur síðan, ég hef ekki gert það lengi, en það, eins og ég segi, það getur verið svona frá 500 og upp í 5000. Það er bara eftir hvað er á síðunni. Eins og ég segi, ef margar myndir eru sem sé af einhverjum atburðum, þá koma fleiri til að forvitnast og þá náttúrulega er það eðlilegt að koma fleiri. Það mynda þér á síðunni, segir einhver. Og þá fara það náttúrulega að skoða og svo kannski fjölskyldna líka, en vissu ekki nema það telst ekki nema þessi önnur tölva, bara ein tölva er talin einu sinni á dag. Þannig að þú heldur ótrúður að segja frá mannlífunni hér að Siglufirði? Já, það held ég minnst eitthvað fram yfir. Það held ég. Steingrímur er kvæntur Guðnýju Ósk Friðriksdóttur og eiga þau 3 börn, Valbjörn sem er elstur og Kristinn sem er yngstur og dótturina Margréti. Þau hafa alla tíð átt heima á Siglufirði. Dóttir þeirra Margrét er leiðbeinandi og myndlistarmaður á Akureyri en son hennar, Steingrím Eið, þekkja margir akureyringar því hann spilaði fótbolta lengi með Káa og Leiftri. Hvenær manstu fyrst eftir pabba en með myndavél? Ég man ekki eftir pabba öðruvísi en með myndavél. Pabbi var alltaf með vélina og alveg sama hvert hann fór þá var vélin við hliðina á hann. Og þannig man ég eftir pabba, man ég pabba og pabbi er svo lýs í dag líka. Hvað heldur að hafa verið gömul þegar þú svona sást fyrstu vélina? Ég veit ekki, 5-6 ára sem hann fer að gera sig grein fyrir myndavélina en hann var alltaf að taka myndir af okkur. Þannig að, en þetta í minningunni held ég verið svona 5 ára, 4-5 ára. Þannig að það kemur ekkert óvart hann að farið út í heimasíðugerð og ljósmyndun? Alls ekki. Þetta bara, ég hefði verið hissa, hann hefði ekki farið út í eitthvað svoleiðis. Hann er alltaf fylgst með tækninni og legið í tækniblöðum. Og hann er alveg sjálfmenntaður í þessu? Hann er alveg sjálfmenntaður, var alltaf keypti öll blöð, tækniblöð sem hann komst yfir og las þau alveg spjaldan á milli. Og þannig lærði hann held ég ensku og dönsku. Og hérna, já, hann lá í þessum blöðum. Hvernig fannst mömmuðin þetta að hann væri með þetta áhugamál? Ég held að bara vera alltaf í lagi. Hann fekk að kaupa sín blöð og þá fekk hún að kaupa dönsku blöði sín og svona. Þannig að þetta bara, já, ég held hún hafi alveg sett sig við þetta. Svona var hann og svona er hann. Og nú eigið þið að 1000 ljósmynda? Alveg helling. Dásamlegar minningar. Hins vegar urðu tímamót núna í vor þegar að fyrirtæki, réttara sagt, ég seldi allt safnið mitt, fyrirtæki sem var látið heita SK Sigló, EHF alltaf ég nú það. Og það kemur til með að halda utan safnið þannig og ég er að reyna að losna út úr þessu þrauf og reyna að lifa lífinu með koninni þess vettir og njóta þess svolítið meiri hvíld en ég er ekki hættur. Er hægt að hætta þessu? Ég held ekki. Ég held ekki. Það er erfitt. Já, ég held ekki. Og hvað ætlar þá að reyna að ferðast meira eða hvað?
Nei, Fara að taka myndir af landslagi? ég er búinn að ferðast nú. Meðan ég var í siglingunum, fyrst á Haförninum og svo á Hvalvíkinni. Búinn að sigla til allra landa held ég, nema alveg austast. En hvernig finnst þér þá eins og síldarsafni hérna? Finnst þér þetta að segja sögun eins og hún var? Já, mjög. Örlygur Kristinsson hefur haldið virkilega vel utan það og hans lið sem að hann hefur aðstofað sem sé þessir komuðu svo koppin í upphafi. Sko. Þar var áhugin fyrir hendi og eiga heiður skilið þessi frumburðarmenn sem að þarna gengur til vers með miklum ofursi. Steingrímur er mjög upptekinn maður og hér sjáum við hann á faraskjóta sínum, rauðu vespunni, sem hann þeysir á allan bæ, enda þarf hann að vera fljótur í förum til að sinna verkefnum dagsins. Helst af öllu vil ég finna vorið. Helst af öllu vil